Velkomin í þetta kennsluvinnband í golfi. Í dag ætlum við að fara yfir helstu grunnatriðin sem allir kylfingar þurfa að þekkja. Það erum við að tala um gripið, stöðuna og sveifluna með mismunandi kylfu. En markmiðið er að gera sveifluna ekki flókna, heldur erum við að reyna að byggja upp góðan og einfaldan grunn sem hjálpa þér að slá boltan beinna og með betri stjórn. Við byrjum á gripinu. En gripið er eina tengingun okkar við kylfuna, þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli. Það eru 3 algeng grip sem að kylfingar nota, en það er fyrst overlap gripið, þar sem að litli fingur hægri hendar liggur yfir milli vísifingurs og löngutangar á vinstri hendi. Síðan er það svokallað interlock grip, þar sem að litli fingur hægri hendar og vísifingur vinstri hendar læsast saman. Þetta grip henta þeim sem vilja ná betri tengingu milli handana. Og síðan er þriðja gripið baseballgrip eða hafnaboltagrip, þar sem allir 10 fingur liggja á kylfunni. Sama hvaða grip þú notar, þá viljum við að hendurnar vinni saman. Kylfan á að liggja meira í fingrunum en í lófunum og gripið ekki vera of fast og reyndu kannski að hugsa þér eins og sért að halda á unga eða jafnvel tannkremstúpu og svo heldur á henni en þú ert ekki að halda það fast að allt tannkremið fari úr henni. En ef gripið er of fast verður líkaminn stífur og ef það er of laust þá missum við stjórn á kylfunni. Næst ætlum við að skoða stöðuna, en góð staða hjálpar okkur að halda jafnvægi og sveifla kylfunni eðlilega. En fæturnir eiga að vera axlabreiddu sundur með flestum kylfum, hnén örlítið beygð, mjöðmir fara aðeins aftur og bakið helst síðan bara beint. En við viljum beygja okkur frá mjöðmum og ekki krumpa bakið. Þyngdin á að vera nokkuð jöfn á báðum fótum, kannski aðeins meira á fremri hluta fótarins en ekki á hælunum. Boltastaðan, hún breytist eftir hvað kylfu þú ert að nota, en með stuttum og miðlungsjárnum er boltinn nálægt miðjustöðunar. Með lengri járnum og hybrid þá ferist boltinn aðeins framar og með driver af allt öðruvísi þá er boltinn framalega í stöðunni og á að vísa að hæl fremri fótar. En síðan þegar við förum að vippa er boltinn oft frekar miðjusettur eða aðeins aftar með þessa og það fer bara eftir hvaða höggu þú vilt slá. Járnin eru notuð fyrir nákvæmni og stjórn, en með járnum viljum við hitta boltan fyrst og jörðina rétt á eftir. Startu í góðu jafnvægi með boltan nálægt miðjustöðunar og hendurnar eru örlítið fyrir fram á boltan og skafti hallar aðeins í átt að skotmarkinu. Í aftursveiflunni snýrðu öxlum og mjöðmum frá markinu, reyndu að halda handleggjum og líkama tengdum. Þetta var ekki að vera bara einhver svona handsveifla, heldur á líkamann að vinna með. Í niðursveiflunni byrjar hreyfingin frá líkamanum, þyngdin færist yfir á fremri fótinn og kylfan kemur niður að boltanum. Með jöfnum þá viljum við náttúrulega slá boltan fyrst og taka smá torfu eftir að við erum búin að hitta boltan. Góð hugsun er bolti fyrst, jörð á eftir. Í lok sveiflunnar ætti mest af þyngdinni að vera á fremri fæti, en brjóstkassinn snýr að skotmarkinu og þú ættir að geta haldið jafnvægi í nokkrar sekúndur. Ef þú dettur í jafnvægi þá ertu líklega að sveifla of fast. Driverinn er hannaður til þess að slá boltan langt af teig og hérna breytist hugsun aðeins frá járnunum. Með driverinn þá viljum við vera í breiðari stöðu og hafa boltan framar. Hann á svona að vera í línu við hælinn fremri og við viljum að halla hryggnum örlítið og hægri öxlin er aðeins lægri en svo vinstri og þetta hjálpar okkur að slá boltan upp. Með driverinn þá viljum við líka breiða og rólega aftursveiflu, ekki reyna að berja boltan, heldur leyfðu líkamanum að snúast og kylfunni að safna hraða. Ólíkt jöfnunum þar sem við sláum niður á boltan, þá viljum við með driver slá boltan aðeins á uppleið. Þess vegna er boltinn framalega og á 10. Algengustu mistökin hjá fólki með driver er að reyna að slá boltan of fast, missa jafnvægi eða lyfta höfðinu of snemma. En góð sveifla með driver snýst meira takt, jafnvægi og hitta í miðjuna á höfðinu heldur bara eitthvað kraft, þó að hann vissulega hjálpi. Hybridinn er svo blanda af járni og tré.
en hún er oft auðveldari í notkun en löngjarn og getur hjálpað mikið úr braut, til dæmis eins og röffi eða jafnvel stundum af teig. Staðan við hybrid er mjög svipuð og þú verður að nota lengra járn. Boltinn er aðeins framar en með milungsjárni, en samt ekki eins framarlega og ef þú værir að nota driver. Með hybrid þá viljum við ekki reyna að sópa boltanum eins mikið og við gerðum með driver. Hugsum frekar venjulega járnasveiflu, en samt er hún aðeins flatari og mýkri einhvern veginn. Láttu kilvuna renna í gegnum boltan og haltu góðum takti. Hybrid virkar best þegar þú leyfir kilvunni að gera vinnuna. Byrjum á gripinu, eða hvernig þú heldur á spaðanum. Við mælum með því sem kallast semi-western grip. Þú setur hendina aðeins undir handfangið, ekki alveg beint fyrir aftan. Hugsa þetta eins og sért að halda á hamri, bara frekar afslappað, þess vegna er þetta líka kallað hammer grip. En það er mjög algengt hjá byrjendum að halda allt of fast. Reyndu frekar að vera laus í hendinni og það hjálpaði bæði með stjórn og snúning á boltanum. Næst er það grunnstaðan. Þú vilt standa á sinni axlabreidd, beygja aðeins í hnjánum og hafa spaðann fyrir fram að þér. Vertu léttur á fótunum, alls ekki stífur. Þú átt alltaf að vera tilbúin að hreyfa þig sama hvert boltinn fer. Þetta er staðan sem þú ferð alltaf aftur í á milli höggva. Forhöndin er líklega höggið sem maður nota mest í tennis. Snúðu öxlunum aðeins, taktu spaðann aftur og sláðu svo boltanum fram að þér. Reyndu að slá frá lágu upp í hátt. Það hjálpar að halda boltanum lágum og inn á vellinum. Og svo er mikilvægt að fylgja högginu í gegn, ekki stoppa strax. Það er bara að hugsa góða og mjúka hreyfingu. Frábært. Bakhöndin. Hér mælum við með að nota 2 hendur ef þú ert byrjandi. Settu báðar hendur á spaðann og snúðu öxlunum þannig að þú snýrir hliðinni að netinu. Sláðu boltanum fram að þig ekki of seint og enn og aftur þá þarf að fylgja högginu í gegnum hreyfinguna. Algengustu mistökin er að vera of seinn eða bara nota handleggina, en maður á að reyna að nota allan líkamann í högginu. Uppgjöfin byrja leikinn. Þú heldur á spaðanum eins og hamri, kastar boltanum beint upp og reynir að hitta hann eins hátt uppið og getur. Mikilvægt er að nota líka fæturna, ekki bara handlegginn. En ekki hafa áhyggjur ef þetta er erfitt fyrst, því þetta er oft erfiðasti hlutinn fyrir byrjendur. Til að æfa þetta allt saman mælum við með að halda þessu einföldu. Spila bara fram og tilbaka við félaga og reyna að halda boltanum gangandi. Þú getur líka að fara í mínitennis bara nálægt netinu. Það er mjög gott að ná tilfinningu fyrir leiknum. Eða einfaldlega bara slegið í vegg. Markmiðið er ekki að vinna, heldur bara að ná tilfinningu fyrir boltanum.
Ef þú æfir þessi grunnatriði reglulega, þá muntu sjá mikla framfæri mjög fljótt. Mikilvægast er bara að fara út á völl og hafa gaman að þessu.